Eva Joly býðst til að hafa milligöngum að íslensk stjórnvöld fái gögn skattaundanskot íslenskra aðila frá HSBC-bankanum. Maðurinn sem lak gögnunum býður Íslendingum gögnin og hjálp sína Íslendingum að kostnaðarlausu. Eva Joly, sérfræðingur í rannsóknum fjármálaglæpa og fyrrverandi ráðgjafi sérstaks saksóknara, býðst til að hafa milligöngum að íslensk stjórnvöld fái gögn skattaundanskot íslenskra aðila frá HSBC-bankanum. Hún setti sig í samband við manninn sem lak gögnunum og spurði hvort hann myndi afhenda gögnin án endurgjalds. Fjölmiðlar víða heim birtu í vikunni umfjallanir að stórbankinn HSBC hefði aðstoðað viðskiptavini við að fela fé og komast hjá því að greiða skatta. Skjölin voru frá útibúi bankans í Sviss. Þau bárust upphaflega frá Hervé Falciani, fransk-ítölskum fyrrverandi starfsmanni HSBC sem lak þeim 2007. Eva Joly þekkir Falciani. And I asked him, do you have Icelandic clients? Do you have Icelandic transactions? And would you be ready to help the Icelandic authorities? I got his answer just before this interview by mail. Falciani staðfesti í bréfinu að upplýsingar Íslendinga væru í gögnunum og að hann væri tilbúinn til að aðstoða íslensk stjórnvöld við að nýta þau. Viðskiptavinir bankans koma hvaðanæva að úr heiminum. Samkvæmt gögnunum eru þar skráðir 18 bankareikningar í eigu 6 aðila tengdum Íslandi. Heildarfjárhæðin á þessum 18 reikningum nemur $9,5 milljónum, jafnvirði 1,3 milljarða króna. Hæsta fjárhæðin tengdum einum þessara aðila nemur $8 milljónum. Komið hefur fram að skattrannsóknarstjóri sé að reyna að nálgast gögnin. Eva Joly talaði einnig við Falciani í síma eftir að hún fékk bréfið frá honum. Þar áréttaði hann að hann vildi hjálpa íslenskum stjórnvöldum. He do not ask for payments, absolutely not. So he is able to give this information. And he want to do it, and he want also to help you exploit them, because I think it's rather complicated. Eva Joly býður fram aðstoð sína við að koma íslenskum stjórnvöldum í samband við Falciani. So what would be now a good idea is that the Icelandic authorities do request him to come and help, or request him to have all the information sent over. Have you an idea when this could happen? I mean, this could happen this afternoon, if you want. Þarna ræddi Freyr Eyjólfsson, tíðindamaður RÚV í París við Evu Joly í dag. Bryndís Kristjánsdóttir skattrannsóknarstjóri sagði í samtali við fréttastofu nú undir kvöld að hún ætli að setja sig í samband við Evu Joly til að fá gögnin og ganga á skuggum að hún sé að ræða sömu upplýsingar og hún óskaði eftir í vikunni. Hún segist hafa mikinn áhuga á að fá gögnin og allt bendi til að sé að ræðast þau sömu og hún hafi óskað eftir. Ekki hefur náðst í Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra.